Where's the drums? Lágkolvetna lífstíllinn Netto. Komið sæl og verið velkomin í sjónvarp Víkur frétta, fjölbreyttur og skemmtilegu þáttur framundan. Við förum í garðinn og skoðum glæsilega líkamsræktarstöð og kíkjum svo að sjálfsögðu á eitt stærsta þorrablótið á svæðinu, en það er í garðinum. Við förum svo í Bítlabæinn og á glæsilega myndlistarsýningu og á lúðrasveitamót í Hljómahöllinni. Já, komið þið sæl og blessuð. En síðan er það lögreglumaðurinn sem þarf að ganga alla leið til Hofsós í sumar eftir einhver svakaleg ummæli á Facebook. En við ætlum líka að prófa einn rafmagnaðan golf. Komið með okkur í smá rúnd. Já, við komum víða við í þessum hætti og þá er nú betra að vera vel akandi. Fengum hérna Volkswagen Golf Ramax, athugið það. Og þetta er magnaður bíll. Ég hef ekki trúað því að Ramax bíll er svona skemmtilegur. Man hefði haldið að þetta væri einhvern veginn öðruvísi. En við erum semst á leiðinni upp í flugstöð Leifs Eiríkssonar í fyrsta innslagi í þættinum. Og það er búið að vera mikið í gangi þar í veitingamálunum og við ætlum aðeins að djúsa okkur upp hérna í byrjun. Það standi við miklar breytingar í veitingamálunum í flugstöð Leifs Eiríkssonar. Það munu flugfarþegar verða varið við á næstunni. Joe and the Juice opnaði í innritunarsal stöðvarinnar nýlega og við kíktum þangað. Það er Bjarni, Joe and the Juice staður komin hérna í flugstöð Leifs Eiríkssonar. Hvernig, þið eru bara rétt að byrja það ekki? Við erum bara rétt byrjaðir á þessu. Mjög spenntir að vera komnir hingað og búumst bara við frábærum viðtökum frá öllu fólkinu á Reykjanesbæ og undir víðar. Þið ætlaði að selja öllum útlendingunum kaffi og djúsa og samlokur? Já, allan pakkan og selja hann líka bara góða upplifun og frábært konsept og það séð bara mjög spenntur að koma hingað. Það hafa ekkert verið mjög miklar breytingar á undanförnum árum í þessum veitingageira í flugstöðinu, ekki mjög miklar. Þetta er sannarlega mikil breyting hérna núna að þið eru að koma hérna inn. Hvernig lítið á þessa áskorun? Áskorun, bara lítum á þetta sem frábært tækifæri að fá að koma inn á flugstöðin og veita þjónustu til svo margra. Hvað er sérstæða staðarins? Það er gleði og hérna bara frábær vara, hrein vara og hreinlæti. Það skiptir okkur rosalega miklu máli. Svona með við nafni þá gerir maður sér í hugalöndu að þetta séu mikið drykkir eða er þið með eitthvað annað? Við erum með samlokur, en þetta er flest allt drykkir. Við erum með djúsa og shakea og við erum með kaffi og svo eins og samlokurnar. Og eru þið starfsmenni kallaðir djúsarar? Við erum kallaðir juice bags. Það er málið sko. Og þið ætla að opna upp upp á annarra hæðinni líka, inn í flugstöðinni? Já, heldur betur. Við ætlum að stefna að vera að opna í enda mars, vonandi fyrr. Bara býðum spenntur til líka. Það er gríðarlegu fjöldi, það eru þúsundir starfsmanna hérna í flugstöðinni, þannig að þeir eflaust fagna þessari nýjung í veitingaflórunni að geta fengið sér að borða hérna. Já, það er búið að vanta smá svona heilsubita hérna í Reykjanesbæ og þetta er heldur betur komið þörf á þetta. Haldið þið dragi jafnvel fólk úr bæjarfélaginu hérna upp í flugstöðu? Ég trúi ekki öðru. Það hlýtur að geta komið inn og kíkt aðeins á okkur, allan að smakkað. Já, frá flugstöðinni liggur leiðin út í garð. Það búið að vera mikið í gangi hjá garðmönnum og voru að klára svakalegt þorrablót. En þeir voru líka að ljúka við, voru að setja upp svakalega líkamsræktarstöð í íþróttamiðstöðinni. Við erum að leiðin út í garð. Það er stór dagur í garðinum í dag. Hvað getur þú sagt um þessa framkvæmd? Hér er búið að byggja upp glæsilega aðstöðu fyrir líkamsrækt með glænýjum líkamsræktartækjum af flottustu gerð og hér er sem sagt geta garðbúar og vonandi fleiri komið og byggt sig upp líkam og sál.
Þessi framkvæmd, hún var svona bara ákveðin á íbúafundi, þetta var svolítið sett upp í hendurnar á íbúunum. Já, þetta áreindar allir sig ekki 10 ára aðdraganda í sveitarstjórninni. Síðan þegar var ákveðið árinu 2012 að fara að hefjast handa. Það var haldinn íbúafundur til þess að kynna, það var búið að hanna bygginguna og verkefnið var kynnt og það voru bara, íbúarnir voru bara mjög sammála það að ráðast í þetta verkefni. Þannig að bæjarstjórnin fylgdi því eftir og ákvað að kýla á það, sem maður segir. Þetta verkefni kostar cirka 180 milljónir, hvað nálægt því, byggingakostnaðurinn og tækjabúnaður. Og þetta allt fjármagn af eigið fé sveitafélagsins og ekki krónatekin láni. Hvað nákvæmlega í þessu húsi? Herðu, nú þetta þannig, eftir tilkomin þessar aðstöðu, að við erum með mjög fullkomna glæsilega íþróttamiðstöð. Hér sundlaugin og hér íþróttasalurinn og hér þessi líkamsrættar aðstæða með fullkomnum tækjum og nýjustu gerð, bæði svona tækjasalur eins og hér og síðan salur fyrir spinning og hópatíma. Og einnig hér aðstæða uppi sem starfsmanna aðstæða, endurbætt og mjög góð. Munu enga þjálfarar og annars slíkt fá aðstöðu hérna til þess að koma garðmönnum í gott form? Ekki veitir af kannski, segja sumir. Jú, við reynum að hafa þetta nógu fjölbreytt og opið fyrir sem flesta. Annars þetta bara þannig að fólk getur bara komið og keypt sér kort hérna í íþróttamiðstöðinu og bara æft að vild? Já, það bara einfaldlega þannig og fólk getur keypt sér hér áskort eða styttri og nota sundlaugin í leiðinni, það innifalið. Þannig að ég skora bara á alla að koma og hefjast handa. Björgunarsveitin og knattspyrnufélagið standa saman að þessu Þórabláti. Þetta 1500 manna bær og þið að ná 700 manns á þetta Þórablátt. Hvaða galdur á bak við þetta? Ég held að galdurinn sé fyrst og fremst sá að við höfum frá upphafi vandað okkur mjög við dagskrána og öll fyrirtækin og bærinn, þau mæta hérna flest með sína árshátíð í staðan fyrir jólahlaðborð. Það hafa þau frekar verið að koma hérna á Þórabláti og ég held að sé bara svo gífurlega skemmtilegt að koma hérna í garðinn á Þórablátt og fleiri skemmtanir sem við erum að standa fyrir. Já, maður sér það þegar maður fer salina. Fólk heldur tryggð við Þórabláti og jafnvel bara með sitt sæti ár eftir ár. Já, það hefur axlast þannig hjá sumum fjölskyldum að það koma í biðröðina til þess að ná sama borðinu og síðasta ár. Og þetta nú þannig að þetta frá kannski 18 ára og upp í 80 ára, heilu fjölskyldunar. Og þó svo að detta einhverju nokkrir út, þá virðist einhvern veginn alltaf einhverju koma í staðinn. Þannig að þetta hefst alltaf með að ná fullu húsi. Þetta skiptir gríðarlega miklu máli fyrir þessi félag sem standa að þessu Þórabláti. Já, þetta bara aðal fjáröflunin hjá okkur, báðum þessum félögum. Og happdrættismiðasalan og barinn, það það sem að gefa okkur kannski mest eftir svona kvöld. Þannig að við reynum að skála svolítið mikið við fólkið. Heyrðu, svo nú alltaf verið að hrekja ykkur hérna. Það þeir félagar í Víðisfilm, þeir fara eins og eldur sinu garðinn að hrekja fólk. Ekki komin tíma á að taka eitthvað í lurginn á því? Jú, ég held að við þurfum núna að leggjast öll á eitt að finna eitthvað nokkuð gott hrekkjaatriði á þá. Og það fer svona garbúa þegar að líða tekur á Þórabláttinu. Ef þeir sjá eitthvað staðar þessa stráka þá hleypir fólk jafnvel í burtu svo þeir lendi ekki í klónum á þeim. Haltu þessu svona. Fekk mömmu hérna til þessi okkur. Hæ! Hún ætlar að halda hringnum og ég ætla að bakka þessi þanga. Þú ætlar að koma á fleygiferð og stökkun í hringinn. Ég er búin
Já, þá er þetta að segja að þessi rafmagnaði golf hafi komið okkur skemmtilega á óvart hér á ferð okkar Suðurnesin og við viljum svona aðeins forvitnast meira þennan bíl. Lárus, fyrir hverja svona bíl sem að gengur fyrir rafmagni? Já, við kannski svona fyrst og fremst erum að gefa þetta úr sem kannski borgarbíl en hérna fyrir okkar svæði þetta tilvalið fyrir fólk til dæmis sem að vinnur í Reykjavík, býr hérna suður frá, gríðarlegu sparnaður og kjörin bíl í svoleiðis og svona tímamót fyrir okkur að geta boðið upp á svona bíl. Hvað segir svona verðlagið á þessum golf? Þessi bíl hjá okkur á 4.590 sem bara lítið meira heldur en sambærilegu bensínbíl. Þannig að fólk sem að getur virkilega nýtt sér þetta, það fljótt að ná þessu tilbaka. Það til nóga rafmagni á Íslandi en hversu góð hleðslan svona í bílum? Hvað getur þú sagt okkur þá hlið? Hleðslan gefin upp frá framleiðanda 190 kilometrar. Við erum svona miðað við okkar aðstæður sem eru kannski ekki eins og bestur á kosið úti. Við erum að meta svona í 160-170 kilometrum. Við erum svona með þessari heimastöð sem að fylgir honum, þá hann að hlaða frá 0 og upp í 100%, hann svona það bil 8 tíma. Þannig að hleðslan bara í gangi við nóttina og bílinn klár í slaginn morgun eftir. Og golf, þetta nú vinsæll bíl búinn að vera lengi í svona gegnum tíðina. Allt annað svona svipað, bara eins og, þú veist, hann búinn? Hann svipað búinn og bara til dæmis bíl með dísilvél eða bensínvél? Já, bílinn nákvæmlega eins búinn eins og annar golf og golfinn síðast ári, 40 ára og miklar endurbætur á honum á cirka 4-5 ára fresti og þetta bara eins og nýjasta línan okkar í golf, búinn sömu staðalbúnaðum og golfinn í dísil og bensínbílum. Hvað segið almennt bílasölu hér, þið hérna hjá Heklu á Suðurnesjum? Þetta alltaf að taka við sér? Já, þetta alltaf uppleið og við erum að starfa núna undir merkjum Heklu. Hekla hefur tekið yfir reksturinn hérna og ætlar sér stóra hluti og við strákarnir hérna erum spenntir að taka þátt í því og erum alltaf tilbúinir að taka á móti okkar fólki og reynum að gera vel við okkar heimafólk. Þið voru með stóra sýningum síðustu helgi, var hún vel sótt? Það var glimrandi gott, það var svona jöfn og þétt trafík og náttúrulega voru með einstaklega flott úrval af bílum og þetta önnur sýningi sem ég hérna hjá Heklu og báðar sýningar hafa verið mjög vel sóttar og við erum áætla að hafa svona milli 300 og 400 manns komið við hérna hjá okkur í Kaffárkleifanum helgina en bílarnir allir til sýnis enn, þannig að það aldrei of seint að koma í heimsókn til okkar. Þrjár nýjar sýningar í dúshúsum. Segðu mig fyrst frá þessari sýningu hérna í listasafninu. Hvaða sýning þetta? Já, við erum náttúrulega alltaf að opna nýjar sýningar hér í dúshúsum og tókum okkur til núna og opnuðum 3 nýjar sýningar daginn eftir bóndadag. Sú sýning sem við erum innan í núna sýning á verkum Gunnlaugs Scheving og þetta hann náttúrulega frægastu fyrir stóru flekana sína og við sjáum nokkra þannig hér. Þessi sýning kemur frá listasafni Árnesinga og listasafni Hornfirðinga en verkin öll í eigu Listasafns Íslands og hér verið að segja sögu íslenskra, eða í rauninni verið að segja hluta af íslenskri listasögu. Með því til dæmis að Gunnlaugur Scheving einn af þeim listamönnum sem á 4. áratug síðustu aldar hættu að láta sér duga landslagið en vildu taka þátt í umræðu verkalýðsbaráttu og annað í þeim dúr og það það sem við fáum að sjá hér. Hér fullt af fólki og atvinnutækjum. Hér fullt af fólki og fullt af atvinnutækjum og það sem við erum að gera hér að eins og fólk kannski veit að þá eru dúshúsin gömul fiskhús og það hafa orðið breytingar á atvinnuháttum hér í bæ en við erum enn að vinna í
atvinnuþróuninni með því að þessum gömlu fiskhúsum var breytt í menningarhús og hér erum við náttúrulega að segja sögu þjóðarinnar og þessi sýning ásamt annari sem ég kannski fæ að koma aðeins betur inn á eftir sérstaklega hugsuð fyrir ungu kynslóðina til þess að segja þeim hvernig hlutirnir hafa gerst og hvernig hlutirnir verða til. En hinar 2 sýningarnar sem við erum með, það annars vegar hönnunarsýning, hvað getur sagt mér um hana? Já, það sýning sem kemur frá Hönnunarsafni Íslands og heitir Sjálfsagðir hlutir og þar verið að taka mjög skemmtilegan máta þessa sjálfsögðu hluti sem eru í okkar daglega lífi, svo sem eins og klósett og bréfaklemma og annað þvílíkt og krökkunum og svo sem okkur fullorðna fólkinu líka sýnt fram á að þetta verður ekkert til af sjálfu sér. Það heilmikil hugsun og hönnun á bakvið gerð allra góðra hluta. Já, svo svo síðasta og ég fel ekki svo síðasta, það sýningin sem þú kallar 15-15. Já, það í rauninni fyrsta verkefnið af að minnsta kosti 3 sem við á menningarsviðinu ætlum að vinna hér á þessu ári og þessi sýning þetta eru verk eftir 15 íslenskar listakonur og eru tekin öll úr safneign Listasafnsins og við erum með þessu að halda uppi heiðri kvenna vegna þess að í ár 2015 eru 100 ár frá því að konur fengu kosningarétt og þetta eins og ég segi fyrsta verkefnið af 3 sem Byggðasafnið og Listasafnið ætla að vinna í ár svona til þess að minnast þessara merku tímamóta og ekki aðeins í sögu kvenna heldur náttúrulega bara í sögu allar þjóðarinnar. Já, við erum á leiðinni í Hljómahöllina á Lúðrasveita tónleika en komum hérna við í næsta húsi á Nesvöllum en þar Hrafnista með hjúkrunarheimili. Það var svakaleg þorrablót þarna í síðustu viku og við ætlum aðeins að kíkja inn. Þar voru meðal annars Davíð Ólafsson sem Keflvíkingur og Stefán Íslandi að skemmta. Bjössa mjólkurbílnum, hver stígur bensínið í botn á fyrsta gíri. Bjössa mjólkurbílnum, að Bjössi kannaður. Við brúsapallinn býður hans mær, æ Bjössi keyptirðu þetta í gær. Bjössi verður öldungi snær, æ alveg gleymd ég því. Þér fer svo vel að vera svo næst, æ verður nú stilt ég mat þetta næst. Góða koss og get við sest og ný. Hann Bjössi kanna bíl og svanna þökin, við brúsapallinn fyrir Gjagsbergsökin. Fer ykkur eins og ljón með aðra hönd á stýri, Bjössa mjólkurbílnum, Bjössa mjólkurbílnum. Hver stígur bensínið í botn á fyrsta gíri, Bjössa mjólkurbílnum, hann Bjössi kannaður. Það oft mikið í gangi í Hljómahöllinni. 200 krakkar voru hér síðustu helgi á skólalúðrasveita móti. Það var tónlistarskóli Reykjanesbæjar sem stóð að mótinu í samstarfi við Samtök Íslenskra skólalúðrasveita, SISL, en þetta mót var fyrir elstu deildir skólalúðrasveita landsins. Alls mættu sveiti frá 12 stöðum á landinu til að taka þátt í mótinu með alls 220 hljóðfæraleikurum. Landsmót lúðrasveita, skólalúðrasveita hérna í Hljómahöll í fyrsta skipti. Hvernig hefur þetta farið fram? Þetta hefur farið mjög vel fram. Þetta var svolítið mikið stress á okkur. Við fórum sér í verkfall fyrir jól og það var svona tvísýnt hvort þetta myndi takast en við ákváðum að kýla á þetta og bara spýtt í lófana og yndislegt að fá að vera náttúrulega hér í Hljómahöll og með bara góðu skipulagi og góðu fólki og yndislegum krökkum. Þá hefur þetta gengið bara mjög vel. Eiginlega ekkert þar úrskeiðis. Hvað það að gera á svona heilli helgi? Skiptið þessu niður í hópa? Hver með sitt hljóðfæri og verið að leitbanna í öllum hótum hérna? Já, algjörlega. Þetta eru elstu krakkarnir innan lúðrasveitakerfisins. Þetta eru krakkar sem hafa tekið grunnprófur svona frá 8. og upp úr. Þannig þetta eru unglingar og við höldum alltaf lúðrasveitum annað hvert ár og þetta eru krakkar sem hafa það verið að koma á mjög mörg mót bara frá því að hafa verið í 3. og 4. bekk, þannig að þau kannski orðin ekki leið, en þau kannski fá svona nýtt challenge. Þannig að þetta er algjörlega nýtt fyrirkomulag þessa helgi, þannig að við skiptum því upp að hvert hljóðfæri, sem sagt allir flautuleikarar hér, allir klarinettuleikarar hér, saxofónar hér og lágabrassi hér og allir að æfa í sikkur horni með sínum leiðbeinendum, kannski 2-3 að stjórna hverjum hóp og já, þannig hefur þetta gengið fyrir sig og svo upp á það bara að fá
öðruvísi fjölbreytni líka, þá höfum við verið með fyrirlestra og svona workshop yfir helgina með gestafyrirlesturum og gestakennurum, þannig að það bara ýmislegt búið að vera að gera hér helgina. Húsið rúmar allt þetta fólk, þetta 186 minnum nemendur sem eru en allt í allt 220 mann sem eru búin að vera hér á svæðinu og hefur farið mjög vel okkur og bara yndislegt að ganga hérna og það er verið að spila í hverju horni og mikið líf í húsinu. Hvað hafa krakkarnir, já það er sannlega mjög margir, allavega nemendunir utan að landi þau hafa ekki komið í hljómahöllina og séð þetta allt saman. Það er einmitt fyrsti hópurinn sem ég tók á móti komið frá Egilsstöðum og þeir segi, já við erum allan með RIS í okkar tónlistaskóla. Þau hefur bara aldrei séð neitt í líkingu við þetta og bara allir bara eiginlega í svona agndofa af aðdáun á þessu húsi sko. Já, sumir fara hamförum á Facebook, á fleiri samfélagsmiðlum líka. Það gerði mitt Sigvaldi Lárusson lögreglumaður í Keflavík daginn. Þá var hann alveg viss að Gylfi Sigurðsson knattspyrnumaður yrði kosinn íþróttamaður ársins og sagði að ef það myndi ekki gerast þá myndi hann ganga frá Keflavík til Hofsós. Nú þarf Sigvaldi að fara að fá sér nýja gönguskó. Þessi ofurtrúðin á Gylfa Sigurðssoni, hún fór nú aldeilis með því, hvað varst að hugsa? Ég hafði trú á honum, en það fór ekki lengra þetta, ég þarf að labba á Hofsós. Það er náttúrulega Jón Arnór tók þetta bara, hann er náttúrulega hörku íþróttamaður líka, eins og allir þessi kallar. Var þetta eitthvað svona vitleysisgangur að skella þessu svona fram bara á netinu? Já, þetta er allt bara vitleysisgangur. Þetta er það var engin meining á bak við þetta, veist. Svo gerist það, ég er ættaður úr Skagafirði og í Hegranesi er bær sem heitir Keflavík. Ég var alltaf með það bak við að ég skildi labba þaðan og ég verið á Hofsós. Svo góða vinnufélagi hinum við veggina, þeir sáu til þess að ég að fara héðan. Þeir græði þetta fyrir mig. Og þú ætlar að fara þessa göngu í sumar? Já, ég stefna á að fara 5. júní, eins og staðan er í dag og ég stefna á að labba þetta 9 dögum. Er það ekkert mikið bjartsýni? Nei, þetta er að meðaltali maraþon á dag í 9 daga, þannig að það er hörku bjartsýni fyrir mig. Ég er mestalagi skokka út af KFC að númeri kjúkling sko. Ég hef enga reynslu í hvorki göngu né skokki, þannig séð, þannig að þetta er hörku áskorun fyrir mig líka, en ég þarf bara að taka þessu. En það er einhverjir að fara að hjálpa þig við þetta, þú ert byrjar að æfa núna bara grimmt. Já, ég kom með hellingsstuðning og eins og ég segi, við köllum hann stóra S-höfðingjan, hann tekur mig í gegn í ræktinni og þannig að ég kom með hörku flott lið með mér og var bara alveg ótrúlega undirbúinn að gerast í þessu. Og hvernig er þessi undirbúningur? Herðu, ég fer í sporthúsið, þetta eru 5 daga vikunar sem ég bæði geng og skokka og svo náttúrulega bara eftir því sem þegar snjóa tekur, þá reggur hann mig út í göngu og það er plan Grindavík og upp og niður Þorbjörn nokkru sinnum og Garðarsangeri og svona koma mann í gírinn fyrir það. Þú ert búinn að stofna síðu á Facebook til að styðja við verkefnið og þú ætlar að leggja umhyggjulið. Hvernig kemur það til? Þetta var bara ákvæmum þetta nokkur lögreglumenn bara inn á kaffistofu þegar þetta náttúrulega, eins og ég segi, þetta byrjaði bara í vitleysu og svo bara, þetta var orðið að einhverju sem maður þyrfti að standa við, þá bara fórum við að skipuleggja þetta og það var náttúrulega fullt af mönnum sem hlóa þessu upphafi en svo bara eru menn komnir inn í þetta og farnir að skipuleggja þetta með mér og þannig að þetta er svona bara samil ákvörðun og við bara tókum umhyggju. Og þú ert komið yfir 1000 fylgjendur á Facebook? Já, 1000 fylgjendur og þannig að það er bara frábært. Og það sem er kannski líka gott í þessu er að ég er svona aðeins búinn að vera að kynna þessa síðu hjá umhyggju og það er bara umhyggja.is og þeir eru búin að fá hellingsfylgjendur líka á Facebook út af þessu verkefni sem er náttúrulega bara mjög gott. Þú ætlar að safna fé, það er ekki fínt að þú fengir 1000 krónur frá hverjum sem að skellir læka á síðan þín á Facebook? Jú, ég eins og ég segi, ég stefna á að fara í júní, það eru 5 mánuðir í það. Og ef að allir setja 1000 kall, þessi 1000 fylgjendur, hver mánaðamót, þá er bara 1 milljón á mánuði og ég stefni bara á að safna bara eins miklum peningum og ég mögulega get. Það er bara svo einfalt. Og allur peningur ennur óskiptu beint til mikið. Ertu eitthvað búinn að skoða þessa leið sem þú ert að fara að ganga, hvar er erfiðasti kaflinn? Já, það er klálega Bifröst staðaskóli, held ég. Þetta var alltaf upphafspunktur frá lögreglustöðinni og í Mosó sem eru fyrsti punktur. En það er bara stefnir í að verða svo margir með mér fyrsta legga. Það verður bara þelskemmtilegt og gaman. En ég held að Holtaveri heiðin verði erfiðust.
Leið og við þökkum fyrir áhorfið viljum við minna á að við erum alltaf með frísklegt blað hér í hverri viku á Suðurnesjum, veglega umfjöllun á víkufréttavefnum vaff.is og fyrir kylfingana á kylfingur.is. Eldri sjónvarpsþætti sjónvarps víkufrétta má nálgast á YouTube rásinni undir sjónvarp víkurfrétta. Við þökkum fyrir okkur, verið sæl. Sushi, alltaf ferskt. Netto.